Embætti landlæknis fær reglulega tilkynningar börn og unglinga sem sýna einkenni koffíneitrunar eftir neyslu á fæðubótarefnum. Markaðssetningu beint sérstaklega að ungu íþróttafólki. Engar hreyfinganna sem beita sér í umræðum ESB hér á landi segjast þiggja fé erlendis frá. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir því að fjársterk öfl reyni að hafa áhrif á kosningar. Dauðir laxar og sjófuglar blöstu við í silunganetum í Skjálfanda í vikunni. Formaður veiðifélags Laxár í Aðaldal segir illa farið með náttúru og viðkvæma veiðistofna fyrir litlar sem engar tekjur. 33 stiga heitur sjór beið strandgesta á Mallorca á miðvikudaginn. Sjávarhiti á þessum slóðum hefur aldrei mælst eins hár. Og safn Gísla á Uppsölum var opnað í Selárdal í Arnarfirði í dag. Gestir við athöfnina hlýddu á bænina sem Gísli skildi eftir sig. Komið sæl. Unglingar hafa fengið koffíneitrun eftir neyslu á vinsælu fæðubótarefni. Efnið getur innihaldið allt að þrefaldan ráðlagðan dagskammt af koffíni. Fæðubótarefnið pre-workout til sölu í matvöruverslunum og heilsubúðum undir ýmsum vörumerkjum. Það markaðssett sem heilsueflandi, það auki úthald á æfingum og bæti endurheimt. Efnið getur innihaldið allt að 330 milligram af koffíni í einum skammti. Fréttastofu hafa borist ábendingar unglinga sem hafa neytt pre-workouts og þurfti í kjölfarið að leita til læknis vegna koffíneitrunar. Einkenni á borði hjartsláttartruflanir, höfuðverk, svima, ógleði og kvíða gerðu vart við sig, auk neikvæðra áhrifa á svefn. Tilkynningar hafa einnig borist til embættis landlæknis. Það eru þetta stórhættuleg eitrunaráhrif. Þetta getur orðið lífshættulegt, þannig að það er virkilega mikilvægt að fylgjast með og passa að börnin okkar sé ekki að fá svona koffín í svona háu skömmtum. Markaðssetningu pre-workout oft beint sérstaklega að unglingum í íþróttum. Það er verið að nota íþróttafólk til þess að auglýsa þessa vörur, þannig að þú ættir að ná rosalega góðum árangri. Það sem kannski kemur ekki fram er að það sem er mjög mikilvægt fyrir árangur í íþróttum er að fá góðan svefn og þú fær það ekki að þú ert að nota vörur sem innihalda mikið koffín. Í notkunarleiðbeiningum segir að neyta eigi drykkjarins stuttu fyrir æfingu. Það er náttúrulega rosalegt álag fyrir líkamann að þurfa að takast á við svona mikið magn á stuttu tíma. Það hefur líka mikið að segja. Ekki nóg með það að börn séu almennt viðkvæm fyrir áhrifum koffíns en að fá svona mikið magn inn á stuttum tíma, það er ennþá hættulegra fyrir börn. Drykki sem innihalda meira en 320 milligram af koffíni á lítra má ekki selja hér á landi nema með sérstöku leyfi, en nokkrar slíkar vörur eru á íslenskum markaði. Samkvæmt lögum þarf að merkja sérstaklega vörur sem innihalda meira en 150 milligram af koffíni, en allur gangur er á hvort því sé framfylgt. Í mörgum verslunum er auðvelt fyrir börn yngri en 18 ára að nálgast vörurnar. Eftirlit á markaði er í höndum heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga. Þetta er ekki vörur sem eru hugsaði fyrir börn og það má í raun og vera ekki selja þetta. Það er bara bannað samkvæmt lögum. Börn eru viðkvæmust fyrir áhrifum koffíns og koffín finnst í glettilega mörgu, til dæmis í gosi og súkkulaði og getur þannig haft áhrif á svefn barna og unglinga. Á heilsuveru má finna leiðbeiningar, þar sem til dæmis segir að 25 kg barn megi neyta 37,5 milligramma af koffíni á dag og 70 kg barn 105 milligramma. Glöggir neytendur hafa kannski tekið eftir að vinsælir koffíndrykkir hér á landi innihalda akkúrat þetta magn, 105 milligramma af koffíni. Til samanburðar eru í einum hefðbundnum kaffibolla 100 milligramma af koffíni og í einni stórri kókdós 65 milligramma af koffíni. En í einni mæliskeið af kröftugri pre-workout blöndu getur verið umtalsvert meira af koffíni en það. Notar þú pre-workout? Ég nota stundum pre-workout, já. Ég nota 120 milligram til 300 milligram eða bara orkudrykk út í búð. Þetta vekur heila en getur komið bara í gang og sýnt smá meiri fókus og hjálpar að ná til dæmis meiri reps á æfingu. Hvað segja foreldrar við þessari notkun? Þeim líst ekki á að ég sé að nota koffín svona okkur. Finnst þér að skila þér árangur á æfingum að nota það? Ég veist, maður fær bara aðeins meiri orku. Ef maður ætlar að reyna að sýna fullan árangur, þá stundum fær maður sér pre-workout. Ég nota koffínlaust pre-workout
sem bara með svona aminosýrum og eitthvað. Notar þú pre-workout í ræktinni? Nei, það dýrt og ekki gott að bragða. Ég ekki búinn að kaupa, sko. Annars myndi ég alveg nota ef ég ætti, en... Fyrsta sinni ég tók átti ég með að sofna, en ég passa mig bara ekki að taka pre-workout ef ég að fara seint í ræktina. Yfir í annað. Misjafnt hvort hreyfingar sem beita sér í umræðum ESB ætli að upplýsa fjárreiður sínar. Nei, hreyfingarnar virðast jákvæðari fyrir því að birta bókhaldið, eins og framkemur í úttekt fréttastofu á rúv.is. Engin hreyfinganna hefur að eigin sögn þegið erlenda styrki eða styrki frá stjórnmálahreyfingum. Ekki gilda sömu lögum félög og hreyfingar sem beita sér í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og stjórnmálaflokka eða einstaka frambjóðendur. Ólíkt þeim síðarnefndu þurfa félagasamtök ekki að afhenda ríkisendurskoðanda yfirlit yfir styrki og ekkert þak á því hver háa upphæð þau mega þiggja. Þá þurfa þau ekki að gefa upp hver styrkir þau. Ekkert eftirlit með pólitískum auglýsingum á samfélagsmiðlum hér á landi. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar tekur undir áhyggjur eftirlitsnefndar ÖSE í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar 29. ágúst. Bottar og djúpfalsanir á samfélagsmiðlum ríðir röftum og greiðslur til baráttuhópa og áhrifavalda geti haft áhrif á niðurstöðu kosninganna. Lög stafræna þjónustu hafa ekki verið innleidd hér á landi en það eru reglur sem eiga að gera stór netfyrirtæki og samfélagsmiðla ábyrgari fyrir því sem gerist á vettvangi þeirra. Sérstaklega þegar kemur að ólöglegu efni, falsfréttum, netsvikum og pólitískum auglýsingum. Þetta eitt af því sem eftirlitsnefnd á vegum ÖSE gerði athugasemdir við í skýrslu sinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Ég held að við megum búast við því að, og við sjáum það nú þegar, að það fullt af auglýsingum á samfélagsmiðlum og það náttúrulega mjög erfitt að hafa eftirlit með þeim og vegna þess að þetta ekki stjórnmálaflokkar. Þannig að það auðvelt að svona pólitískar auglýsingar fari bara undir radarinn. Fjölmiðlanefnd hafi ítrekað óskað eftir skýrari lögum hlutverk fjölmiðla í aðdraganda kosninga. Og ég held að þetta skipti sérstaklega miklu máli núna þegar við erum ekki í hefðbundnum kosningum heldur í þjóðaratkvæðagreiðslu ákveðið málefni. Það getur verið bottar sem eru að reyna að tjá sig og koma inn í umræðuna, djúpfalsanir og bara ýmislegt sem getur gerst. Þetta sé viðkvæmara nú en áður því niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunnar hefur áhrif á alþjóðaviðskipti og alþjóðapólitík. Og það er mjög auðvelt og ódýrt að bara kaupa sér umfjöllun til dæmis á samfélagsmiðlum. Hún segir fjölmörg dæmi að fjársterk öfl hafi lagt til fé og fleira til að hafa áhrif á niðurstöður kosninga í löndunum í kringum okkur. Það hefur verið gert með öllum mögulegum ráðum, fölsuðum hljóðbrotum, greiðslum til áhrifavalda og svo framvegis. Við vitum það að bæði varnarmál og ESB-mál eru stór mál þar sem að margir hafa ákveðna hagsmuni og vilja kannski hafa eitthvað það að segja hvernig það gerist. Miklar kröfur séu gerðar óhlutdrægni RÚV sem áréttaðar voru í skýrslu ÖSE. Og það náttúrulega bara mjög óheppilegt ef að einhverju einstakir stjórnarmenn eða bara starfsmenn RÚV að taka skýra afstöðu svona varðandi bara trúverðuleika. Þannig að það kemur mig kannski ekki á óvart að þetta skildi hafi verið fjallað þetta. Og fyrir út í heim. 7 eru látin og á 3. tug eru særð eftir skotárásir 14 ára gamals drengs í Tælandi í dag. Drengurinn myrti afa sinn og ömmu á heimilið þeirra og fór síðan í skólann sem hann sótti í litlum bæ norður af höfuðborginni Bangkok, þar sem hann skaut 5 kennara og virðist síðan hafa svipt sjálfan sig lífi. Drengnum hefur verið lýst sem þunglyndum og undir miklu álagi. Byssueign útbreidd í Tælandi. Forsætisráðherra landsins ræddi í dag nauðsyn þess að auka öryggi í skólum. The Minister of Education had told me that he would need to do something to assure the parents of all students that we will have a better safeguarding measures with respect to any children carrying guns into school. Aðilar vinnumarkaðarins, samtökin 78 og ráðherrar dóms- og félagsmála undirrituðu í dag viljayfirlýsingu samstarf sem ætlað að efla jafnrétti, fjölbreytileika og inngildingu á vinnumarkaði. Stofnaður verður aðgerðarhópur sem á að þróa fræðsluefni og verkfæri fyrir vinnustaði
og þá stefnt að því að ráðast í frekari greiningar á stöðunni en rannsókn sem kynnt var á fundunum bendir til þess að það halli á efnahagslega stöðu hinsegin fólks á Íslandi. Hinsegin fólk alls staðar á vinnumarkaðnum og rannsóknir hafa sýnt það að ekki allt hinsegin fólk upplifir sig geta verið opið með hinseginleika sinn. Það tala 47% í rannsóknum BHM og þetta svo sannarlega stórt skref í rétta átt og nú verðum við bara að láta verkin tala. Sara Dögg frá ASÍ, í þessari rannsókn þá kemur meðal annars fram að minna en helmingur hinsegin fólks opinberar á sínum vinnustöðum að það sé hinsegin. Það ekkert ekki hátt hlutfall. Hvers vegna það ekki hærra? Já, það bara verulega góð spurning. Ég held að hluta því sem skýrir þessa niðurstöðu við viljum einhvern veginn vera í umhverfi þar sem við erum örugg og þegar við vitum það ekki hvort það svo sé að þá það tilhneiging að halda sér til hlés ef að kosturinn til staðar og þar á leiðandi segja sem minnst. Í þessu samhengi í skýrslunni talað öráreiti. Hvað það á vinnustöðu? Það getur birst einmitt í svo ótal myndum og þetta hluti af málinu því að ýmiss konar smá grín, svona léttir brandarar svona inn á milli með þínum kannski helsta samstarfsfólki, það getur á endanum farið snúist upp í andhverfu sína og gert það að verkum að þeir fer að líða verulega illa og finnast þetta fer að verða svona triggerandi áreiti sem að veldur vanlíðan og það auðvitað hluti af því sem að fólk forðast. Í skýrslunni kemur glöggt fram að samkynhneigðir karlmenn, þeir eru með mun lægri tekjur en gagnkynhneigðir karlmenn, munurinn ekki svona mikill ef þó nokkur hjá konum. Hvað skýrir þetta? Það auðvitað ekkert eitthvað eitt sem skýrir þetta en við teljum okkur þó vita að hluti af skýringunni að það tilhneiging homma að sækja í kvenlægari störf og starfsvettvang sem svona kannski þessi kvennastörf og þannig að þar kemur auðvitað skýringi strax að þar erum við að tala láglaunastéttir heilt yfir. Það svona ein skýringin og svo þetta að vera að velja sér, við erum ennþá þeim stað að fólk að velja sér starfsvettvang sem að tryggir öryggið þitt og þar að leiðandi leitar kannski í starfsumhverfi sem að þú telur að sé heppilegt upp á það að gera og þar getur opinberi aðilinn verið valkosturinn sem að þú svona treystir á að muni halda utan þig og þína stöðu. Sara Dögg, takk kærlega fyrir þetta. Tíminn hlaupinn frá okkur. Við ætlum að fara í annað. Mennta- og barnamálaráðuneytið hrindir í framkvæmd breytingum á námsmati í grunnskólum og tekur upp tölulegar einkunnir í stað bókstafseinkunna. Formaður Kennarasambandsins segir að bókstafir eða tölustafir séu ekki lykilmálið, heldur samráð þeirra sem málið snertir. Það hefur verið mikið ákall eftir þessu, það mikið misræmi, það misræmi á milli skóla, það ójafnræði á milli skóla og börnin í rauninni, það bitnar á börnunum okkar. Þannig að við erum að reyna að koma með gagnsæi og jafnræði á milli skólana og meiri skilning og skilvirkni í einkunnagjöf. Þar sem að í rauninni bæði foreldrar og börn skilji í rauninni einkunnina sína. Innleiðing nýs einkunnakerfis barna í 10. bekk hafin í ráðuneytinu og ætlunin að breytingarnar fari inn í aðalnámskrá í vetur. Í stað bókstafa verður geta barnanna metin með tölustöfum og Inga segir það gefa raunsæri mynd af því hvernig nemendur standi sig. Auðveldara verði fyrir starfsfólk framhaldsskóla að velja nemendur inn í námið því mikill tími fari í að umbreyta bókstöfum í tölustafi. Þetta hefur náttúrulega verið miði þeirra aðgangsmiði inn í framhaldsskólana. Það einkunnir sem hefur verið gefin í 10. bekk. Og það kom í ljós eftir að sérfræðingar okkar hér í ráðuneytinu fengu gögn stöðuna í framhaldsskólanum almennt og hvernig einkunnagjöf var gefin. Að það voru til skóla sem gáfu jafnvel alltaf 56% nemenda sinna A. Þessi 56% nemenda eru náttúrulega með forgang inn í framhaldsskólana og geta þar af leiðandi flest þeirra ratað í sitt fyrsta val á meðan að önnur börn eða önnur ungmenni hafa yfir höfuð jafnvel ekki séð A og eiga litla sem enga möguleika. Formaður Kennarasambandsins segir bókstafi og tölustafi ekki vera höfuðmálið.
Við hjá Kennarasambandinu höfum verið skýr með það að við teljum tölur og bókstafi vera bara birtingarmynd námskrár og námsmats. Þannig að stóra verkefnið það að nemendurnir fái niðurstöðu námsmats byggt á námskrárna þeirra og við treystum bara því að þetta verkefni sem núna fara í gang verði unnið í samráði við skólasamfélagi þannig að krakkarnir sem að núna í 10. bekk og útskrifast í vor fái, fá þjónustu sem þarf til þess að við okkur takist að innleiða þessar breytingar á fastalan hátt. Hefur ráðuneytið unnið í góðu samstarfi við Kennarasambandið í þessum efnum? Ja, við áttum samtöl í sumar sem að gefa okkur ákveðna vonur og væntingar það að verkefnið verði leyst með þeim hætti að það verði öflugt samráð og nú verðum við bara að treysta því að svo verði því að þetta verður að verða samráðsverkefni grunnskólans, framhaldsskólans og ráðuneytisins. Yfir í allt annað, silungaveiði í netum við Skjálfandaflóa bæði tímaskekkja og skaðleg náttúrunni að mati forsvarsmanna veiðifélaga á svæðinu. Í netunum drepast laxar sem stangveiðimönnum ber að sleppa. Sýnist mér stálpaður æðarungi fastur í því, annar dauður þegar lengra og einhver sjófuglur þarna lengra. Hvað þetta? Já, hér bara lax og hann bara steindauður. Jón Helgi líffræðingur auk þess að vera formaður veiðifélags Laxár í Aðaldal og Landssambands veiðimanna. Þessi myndbönd tók hann í Gvendarbási, fjöru við Skjálfanda skammt frá Húsavík. Ekki fjarri rennur Laxá til sjávar með nokkra vinsælustu veiðistöðum landsins. Veiðifélögin hafa lengi verið gagnrýnin á netaveiðarnar sem eiga sér langa sögu en eru orðnar sjaldséðari í dag. Jón segir sveitarfélagið og Fiskistofu hafa sýnt athugasemdum þeirra lítinn áhuga í gegnum árin en eftir að myndböndin fóru á flug ákvað Fiskistofa að bregðast við. Höfðu samband við þá sem höfðu þessi veiðileyfi og buðust þess að fara með þeim í vitjun og bara koma með þeim og taka upp netin með þeim og hjálpa þeim við þetta. Og þá brá svo undarlega við að þeir eru allir hættir netaveiðum þetta árið. Þegar Fréttastofa fór þangað í dag voru því öll netin á bak og burt. Veiðifélögin telja það ljóst að þótt yfirlýst markmið sé að veiða silung geti veiðst tugir laxa í hvert silunganet yfir sumarið. Og þannig fer flesta laxa sem fær í svona net. Þeir kafnaðir svo stórir og þetta óttalega vondur matur. Sjálfdauður fiskur ekki góður matur þannig á verðmæti þar leiðandi sáralítið eða ekkert. Sjóbleikjustofninn í Skjálfanda afskaplega lítill og þolir enga veginn en hitt sem þetta haft svolítið meira áhyggjur af að menn eru að veiða þarna lax og það hefur þekkt í mörg ár og að því að stofninn í það mikilli lægð og hefur verið lengi og þá höfum við talið að þetta væri ekki hlutur sem menn ættu að vera í. Þó einhverjir hafi áhyggjur af áhrifum veiðanna á fugla og fiska ljóst að málið snýst líka peninga. Sveitarfélagið fær tekjur vegna seldra netaveiðileyfa 130.000 krónur á ári eftir því sem Fréttastofa kemst næst. Einn dagur í Laxá á eina stöng getur hins vegar kostað 50 til 100.000. Tekjurnar þar eru því margfalt meiri og þeim mun meira í húfi að stofninn standi vel og líf sé í ánni fyrir þær þúsundir veiðimanna sem þangað koma. Og þess vegna svo sárt að sveitarfélagið og jafnvel næstu bændur nágrannar okkar séu í rauninni að gera út á þennan stofn í rauninni með engum verðmætum. Það ekki sérstaklega svalandi lengur að fara í sjósund á spænskum baðströndum. Sjávarhitinn sums staðar vel yfir 30 gráður sem áleika eins og að svamla í barnalögum hér á landi. Dicen que son 32, pero la sensación es que es más. Parece como una bañera de agua caliente. Sales allí como si estuvieras en una sauna. Se nota porque hay muchas medusas, se acumula mucho algo. Spænska sjónvarpið hitti þessa baðgesti á Mallorca í dag þar sem nýtt met var reyndar slegið á miðvikudaginn. Ein mælibauja út af strönd eyjunnar skráði sjávarhita upp á rúmar 33 gráður. Maður sem sagt ekki að kæla sig mikið niður með því að hoppa í sjóinn þarna. Á vesturströnd Spánar við San Sebastián sjórinn ekki eins heitur en þróunin svo sama. O sea, de otros años que he venido es diferente totalmente. Y sí, ha subido muchísimo la temperatura, pero bueno, está agradable. Antes más fría, más fresca y ahora pues más caliente. Otro día estaba como nunca de caliente. Sí. La arena y el agua.
Þessi hreyfimynd frá Kópernikus gervihnattarkerfinu sýnir hitafrávíkin í Miðjarðarhafinu undanfarna 7 daga. Dökkrauði liturinn táknar frávik upp á 4 gráður á Celsius. Una subida de 2 grados ya de manera sostenida es la muerte del océano. Vísindamenn tengja þetta ekki við hitabylgjur undanfarna vikna, heldur langtímabreytingar á loftslagi og þótt sumum finnist gott að svamla í heitum sjó, þá eru afleiðingarnar af þessu eitthvað til að hafa áhyggjur af. Están desplazando otra especie autóctona, con lo cual pues se produce esa pérdida de biodiversidad marina y la invasión de otras especies, como tenemos el caso del alga asiática. 4.000 manns hafa komið að Gullfossi á hverjum degi í sumar, fleiri en nokkru sinni áður. Yfirfullt við fossinn sama hvernig viðrar. Það er alltaf gaman að koma á svæði við Gullfoss og skoða fossinn og nágrenni hans. Stöðug umferð ferðamanna er á staðnum alla daga, þó mest helgar. Flestir gangað útsýnispallinu neðst við fossinn og njóta þess að horfa þaðan og taka myndir. 1,5 milljón ferðamanna heimsækja fossinn árlega. Sigríður Tómasdóttir í Brattholti er sú kona sem barðist gegn því að fossinn yrði virkjaður og vildi alltaf að fossinn fengi að flæða fram af hamrinum og hún náði því gegn en vegna þessara baráttu Sigríðar er hún oft kölluð fyrsti íslenski náttúruverndarsinninn. Árið 1979 var Gullfoss og nágrenni hans friðlýst sem náttúruvætti og er fossinn nú verndaður til framtíðar. Á planinu fyrir ofan fossinn er stóra mikil verslunarmiðstöð og veitingastaður þar sem er alltaf meiri en nóg að gera. Það hefur gengið bara frekar vel sko, nóg að gera, geggjað veður annars búið að vera í allt sumar, þannig að það er bara góður straumur. Það er aðeinslega að koma hingað að sjá Gullfoss, bara hérna að labba og sjá þetta glæsilega umhverfi, fjöllin allt í kring og fyrir Geysir bara 5 minútna fjarlægð. Ásdís segir ferðamennina sem skoða fossinn agndofa yfir fegurð hans, hún heyrir þó oft á dag frá þeim. Já, ég held að það sé allir bara frekar agndofa yfir þessari fegurð sko, þannig að það kemur inn og það er bara, já, alveg með stjörnur í augunum. Hvernig líst starfsfólki á það sem eftir er sumarsins og haustsins hvað varðar Gullfoss og ferðamenn? Bara vel, það yfirleitt svona dempast niður svona haustið og veturinn, mest að gera hérna sumrin. Þannig að við hvetjum Íslendingana til að koma og kíkja á okkur svona á haustin og veturna og það var svona minna að gera og þægileg stemning. Þá fyrir við vestur. Safn Gísla á Uppsölum var opnað við formlega athöfn í Selárdal í dag. Síðustu ár hefur íbúðarhúsið verið gert upp. Gísli Októvíanus Gíslason, einbúi í afskekkta dalnum við Arnarfjörðinn, fangaði athygli þjóðarinnar í stiklum Ómars Ragnarssonar á síðari hluta síðustu aldar. Gísli var sjálfur skáld og rithöfundur. Nágranni hans, Ólafur Gíslason á Neðribæ, gaf út bókina Eintal árið 1987, þar sem birtast ritsmíðar Gísla, ljóð, sagnaþættir og hugleiðingar. Þegar raunir þjaka mig, þróttur andans dvínar. Þegar ég á aðeins þig, einn með sorgir mínar. Gef mér kærleik, gef mér trú, gef mér skilning hér og nú. Ljúfi drottinn lýstu mér, svo lífsins vef ég finni. Láttu ætíð ljós frá þér, ljóma í sálu minni. Það er hérna á efri hæðinni sem að Gísli lifði sína ævidaga. Nú er búið að gera húsið allt upp en hérna stofan og svefnherbergið hans Gísla, það er óhreyft eins og það var. Og þeir sem að fylgdust með stiklum Ómars á sínum tíma kannast sjálfsagt við ýmislegt eins og orgelið hérna og kaffibóllans. Hjá mér er Kári Skram sem er einn af stofnendum safnsins. Hvað hérna, það er nú ansið drjúgur spölur fyrir safngesti að koma hingað í heimsókn eða hvað? Já, ég held að Gísli sé á staðnum, hann er komin heim, ég held að sé eitthvað við ljósinn með okkur. En ferðin hingað inn þetta er einstök, út þetta er eins og segja hérna í sveitinni sko, og það er alveg frábært að vera komin inn í þennan dal er náttúrulega algjör perla sko. Að geta sett upp safn og sýningum að Gísla er náttúrulega óborgarlegt skilur og við erum svo ánægð yfir því að vera ansið komin heim til sín
og herbyggjan sem komið á sinn stað og hans munir, þannig að við erum í skíunum yfir þessu skilur. Þannig að, já. Og það er annar, maður með, sem fór sína einn leir í lífinu, hann Samúli Seðardal, sem bjó hérna í sama dal. Er eitthvað í loftinu hérna? Já, það má ég heila spyrja sig að því, er eitthvað í vatninu hérna, það er alveg þannig skilur sko. Þetta er með ólíkindum, en við förum út í þetta út, við erum búin að vera að vinna í Samúlsafninu í öll þessi ár og lítum alltaf hingað upp yfir og þetta var svo fallegur staður og sagan var svo merkileg í kringum Gísla að okkur þótti alveg sjálfsagt mál að halda þessu áfram og taka við af þeir sem höfðu þetta fyrir og að gera eitthvað skemmtilegt úr þessu. Og hér við lögðum okkur bara síðastliðin nokkur ár í að gera þetta upp og koma þessu í þetta stand sem er og sérstaklega að fá hann Gísla allan heim, það er málið. Einmitt, ég sé hérna eru munirnir sem hafa verið varðveittir annars staðar á Vestfjörðum komnir heim. Já, heldur betur. Við fengum að Hnjóti og svona víðsvegar að, en þetta er bara búin að vera svona bara skemmtileg þrautaganga eins og maður segir og en uppskeran er held ég bara nokkuð þokkalega. Við erum svona tiltölulega ánægð með þetta allt saman sko. Já, þetta og ýmislegt annað er þetta að virða fyrir sér í Selárdal og við kveðjum héðan að vestan. Takk hérlega fyrir það, Greta Sigríður Einarsdóttir. Veit nú ekki alveg hvað Gísla hefur þótt þetta ljósadisko þarna, við biðjumst velvirðingar á þessu. Kíkjum á veðurspána. Það er allhvöss norðaustanátt í kortunum fyrir morgundaginn með rigningu norðan og austalands en þurru veðri að mestu suðvestan til. Veður tekur að róast á sunnudag og léttir þá til sunnan og vestanlands en áfram mun rigna lítillega á köflum norðanlands fram eftir degi. Nánar allt þetta eftir íþróttafréttir. Annar dagur Íslandsmótsins í golfi var í dag. Dagbjartur Sigurbrandsson leiddi eftir fyrsta hring og gerði áfram afar vel í dag. Þá er spennan að magnast í kvennaflokki. Norska knattspyrnusambandið fór skrefi framar en önnur sambönd í dag þegar það gaf það út að sambandið muni þrýsta á afsögn Gianni Infantino, forseta FIFA. Karlalið Víkings og Vals kepptu í Evrópukeppnum í gærkvöld og einn leikur var í bestu deild kvenna. Þetta í íþróttum hér eftir fréttir. Við rauðum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Embætti landlæknis fær reglulega tilkynningar börn og unglinga sem sýna einkenni koffíneitrunar eftir neyslu á fæðubótarefnum. Markaðssetningu er beint sérstaklega að ungu íþróttafólki. Engar hreyfinganna sem beita sér í umræðum ESB hér á landi segjast þiggja fé erlendis frá. Framkvæmdastjóri fjölmiðlanefndar segir Ísland berskjaldað fyrir því að fjársterk öfl reyni að hafa áhrif á kosningar. Dauðir laxár og sjófuglar blöstu við í silunganetum í Skjálfanda í vikunni. Formaður veiðifélags Laxár í Aðaldal segir illa farið með náttúru og viðkvæma veiðistofna fyrir litla sem engar tekjur. Og 33 stiga heitur sjór beið strandgesta á Mallorca á miðvikudaginn. Sjávarhiti á þessum slóðum hefur aldrei mælst eins hár. Þessum fréttatíma er að ljúka og komið að íþróttum og veðri næst. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv.is allan sólarhringinn. Við þökkum fyrir samfylgdina í dag, verið sæl og góða helgi.